Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvars þáttur minn sem alltaf til hægri. Antonin Scalia var einn áhrifamesti hæstaréttardómari Bandaríkjanna og síðari hluta 20. aldar og fram á þá 21. Scalia var fæddur árið 1936 og var skipaður dómari við hæstarétt Bandaríkjanna af Ronald Reagan Bandaríkjaforseta árið 1986. Hann lést 13. febrúar 2016 og voru fréttir af andláti hans fluttar allan heim. Fáar andlátsfréttir hafa vakið meiri athygli á síðustu árum nema þá helst fréttir af fráfalli helstu þjóðarleiðtoga. Áhugi fjölmiðla endurspeglaði tvennt. Annars vegar þá miklu virðingu sem Scalia naut meðal samferðamanna sinna, jafnt andstæðinga sig samherja, fræðimanna í lögum sem leikmanna, og hins vegar hver stórt hlutverk dómarar við hæstarétt Bandaríkjanna leika í stjórnskipulagi ríkisins. Hugmyndafræði Scalia lifir áfram í bandarísku réttarkerfi og stjórnmála umræðu. Ekki of djúpt í árinna tekið þegar sagt að fáir dómarar hafi markað jafn skýra stefnu hlutverk dómstóla og Scalia og enn færri hafa haft jafn afgerandi áhrif á það hvernig lög eru túlkuð. Scalia fæddist í New Jersey árið 1936, sonur ítals innflytjanda og bandarískrar móður. Uppeldi hans mótaðist af sterku vinnusiðferði og virðingu fyrir menntun. Hann nam við Georgetown háskólann og síðar við lagaskólann í Harvard, þar sem hann naut mikillar virðingar strax sem laganemi. Að loknu námi hóf hann störf bæði í einkageiranum og innan hins opinbera, þar sem hann aflaði sér víðtækar reynslu af lögfræði og stjórnsýslu. Hann starfaði meðal annars í dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og var síðar prófessor við háskóla. Árið 1982 var hann skipaður dómari við Alríkis áfrýjunardómstólinn í Washington, sem oft talinn áhrifamesti millidómstóll landsins. 4 árum síðar, eða 1986, skipaði Ronald Reagan hann dómari við hæstarétt Bandaríkjanna eins og áður segir. Þar með varð hann fyrsti ítals ættaði dómari réttarins og fljótlega einn sá þekktasti og leið umdeildasti. Það sem skilur Scalia frá öðrum dómurum ekki aðeins niðurstaða hans í einstökum málum, heldur svo aðferðafræði sem hann beitti. Hann var helsti talsmaður svokallaðra textahyggju eða frummerkjastefnu. Hann var maður textans. Scalia þótti skrifa beittan texta og eiga auðvelt með að tjá lögfræðilega hugsun sín og einfaldan og eftirminnilegan hátt. Megin viðhorfi hans í lögskýringum má lýsa með þeim orðum að hann taldi lögin og sérstaklega þau lög sem talir öðrum helgari, það stjórnarskráin, segja það sem þau þýða og þýða það sem þau segja, hvorki meira né minna. Þessi afstaða hans var ekki aðeins fræðileg, hún var í rauninni pólitísk og pólitísk í þá víðustu merkingu þess orðs. Scalia taldi að dómstólar ættu ekki að vera vettvangur samfélagslegra umbóta sem ekki ættu sér stoð í lagateksta. Ef breytingar eru taldar æskilegar, eigi þær að koma frá löggjafanum, ekki frá dómurum. Þannig vildi Scalia verja grundvallar reglu lýðræðisins að kjörnir fulltrúar setji lögin en dómarar beiti þeim. Scalia lagði áherslu á að við lögskýringar, sérstaklega ákvæðum stjórnarskrár Bandaríkjanna, eigi menn að einbeita sér að textanum, leita verði að upprunlegri merkingu textans, það að segja þeirri merkingu sem hann hafði þegar viðkomandi stjórnarskrá ákvæði öðlaðist gildi. Þegar leysa þarf úr álitamálum merkingu texta stjórnarskrár,
taldi Scalia skipta máli að athuga lagalegar og félagslegar hefðir í Bandaríkjunum. Hafi til dæmis handhafi opinbers farið með tiltekna valdheimild allt frá því að stjórnarskráin var sett og hún fengið viðurkenningu í settum lögum eða venju, ætti sú valdheimild að standa. Sama sé að segja réttindi og frelsi sem en telji að njóta eigi verndar. Hafi þau ekki gert það í sögulegum skilningi, verði ekki fallist á kröfum slíkt. Vilji menn veita þess háttar réttindum vernd, þurfa að breyta stjórnarskránni eða auka við hana, setja við hana viðauka. Scalia lét aldrei eigin skoðanir eða lífsviðhorf hafa áhrif þegar hann tók afstöðu til álitamála. Þannig taldi hann að samkvæmt stjórnarskránni að einstök ríki Bandaríkjanna hefðu fullt frelsi til að beita dauðarefsingu. Það væri stjórnarskráin skýr. Sjálfur var Scalia, sem var sanntrúaður kaþólikki, á móti dauðarefsingu. Scalia hafnaði alfarið kenningum þeirra sem halda fram svonefndum lifandi eða framsæknum skýringum á stjórnarskránni. Í þeim felst það viðhorf og að dómstóli sé heimilt að telja efni stjórnarskrárinnar breytast frá einum tíma til annars í því skyni að uppfylltar verði kröfur samtímans eins og meirihluti manna á hverjum tíma skynja þær. Scalia sagði að með slíkum skýringum væru dómstólar að taka sér vald sem þeir hefðu ekki. Stjórnarskrá sé ætlað að veita borgurum vernd gegn misbeitingu opinbers, þar á meðal að hálfu þeirra sem fara með meiri hlutavald á hverjum tíma. Það sé andstætt tilgangi hennar að telja að dómstólar megi breyta merkingu ákvæða stjórnarskrárinnar eftir því hvernig vindar blási. Með því að beita slíkum aðferðum í dómsýslunni séu menn í raun og veru að vinna á þeirri vernd sem í stjórnarskránni felist, því það séu borgarandir einmitt verndaðir gegn ríkjandi meirihluta hvers tíma. Það sé líka hlutverk lýðræðislegra kjörinna fulltrúa en ekki æviskipaðara dómara að breyta gildandi reglum. Til þess hafi þeir ekki umboð. Í reynd sé starfsemi þessara aktífu, lifandi dómara með framsæknu skýringunum á lögum andlýðræðisleg, því þeir þurfi ekki að standa þjóðinni nein reikningsskil á meðferð sinni á því valdi sem þeir hafa tekið sér með þessum hætti. Í huga Scalia var lifandi eða framsækin lagatúlkun bein ógn við réttarríkið. Scalia var oft hvass í gagnrýni sinni á starfssystkini sín við Hæstarétt Bandaríkjanna þegar hann taldi þau hafa tekið sér slíkt vald. Hann benti á að mönnum væri ætlað að hlýða lagareglum. Hlutverk almennara laga sem breytast ekki nema þeim sé breyta réttum aðila og þær birtar almenningi áður en þær öðlast gildi, sé ekki síst til að auðvelda einstaklingum, borgurunum, að átta sig á því fyrirfram hvaða háttsemi þeim sé heimil eða bönnuð. Þetta sé nauðsynlegt til að tryggja réttaröryggi manna. Almennar reglur séu líka til þess fallnar að tryggja jafnræði borgaranna gagnvart lögum. Þeir þurfi þá ekki að treysta á að hagsmuni þeirra falli í kramið hjá sitjandi dómurum eða falli að almenningsáliti á þeim tíma sem á reynir. Dómstólum ber að virða meginreglu stjórnarskrá skiptingu valds milli handhafa framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og dómsvalds. Á þetta lagði Scalia áherslu en hann taldi einnig skiptingu valds milli ríkja í Bandaríkjunum og alríki stjórnarinnar skipta miklu. Hann sagði einfaldlega að sérhver handhafi opinbers færi með það vald sem stjórnarskráin ætlaði honum, hvorki meira né minna. Scalia var á því að þessi valdskipting væri jafnvel þýðingameiri fyrir vernd einstaklingsbundinna réttinda heldur en ákvæðin í þeim kafla stjórnarskrárinnar sem verndar almenn mannréttindi, það er Bill of Rights. Segjum á hugmyndir Scalia túlkun laganna og verkaskiptingu stofnana þjóðfélagsins hafi einkennst mjög af meginreglunni lýðræði. Hann benti á að ekki sé þörf á ritaðri stjórnarskrá með sérstakari vernd fyrir tiltekið réttindi til að tryggja framgang ríkjandi gilda í þjóðfélaginu.
Almenna kosningar sjáum það. Stjórnarskránni sé þvert á móti ætla það hlutverk að vernda sérstök gildi fyrir tilfallandi viðhorfum meirihluta manna á hverjum tíma. Vilji menn afla ákveðnum réttindum verndar, verði þeir að fara þá leið sem stjórnskipunin gerir ráð fyrir og breyta stjórnarskránni. Slíkt vald geti og megi aldrei verið í höndum dómara. Áhrif Scalia innan Hæstaréttar í Bandaríkjunum voru mikil, það verður ekki deilt. Hann var ekki aðeins skarpur júristi, þegar að segja lögfræðingur, heldur einnig einstaklega öflugur og lipur penni. Sératkvæði hans voru jafnan áhrifamikil og áhrifameiri heldur meirihluta álit annarra dómara, enda skrifuðu að beinskeyttri rökvísi og stundum með kaldhæðnum tón sem vakti athygli langt út fyrir veggi dómstólsins. Scalia var alla tíð tryggur varðmaður tjáningarfrelsis eins og það tryggt í fyrsta viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna. Ákvæði hvíldi á sínum tíma á þeirri hugmynd að veita yrði borgurunum víðtækan rétt til að tjá sig hvers konar skoðanir. Að öðrum kosti gætu ekki átt sér stað þær rökræður sem gerðu mönnum kleift að velja þann kost sem þeir álitu bestan. Til þessa réttar heyrði óhjákvæmilega rétturinn til að gagnrýna ríkjandi valdhafa hverju sinni og tjá andstöðu sína við þá. Í málum það sem reyndi á tjáningafrelsið lagði Scalia áherslu á orðalag stjórnarskrárinnar sem væri skýrt. Ríkið skyldi ekki skerða tjáningafrelsi. Og hann aflaði sér ekki alltaf vinsælda, sérstaklega meðal íhaldssamra Bandaríkjamanna þegar hann studdi rétt einstaklinga til að tjá umdeildar og jafnvel móðgandi skoðanir. Fyrir Scalia skipti ekki máli hvort að honum líkaði sjálfum innihald tjáningarinnar, það sem skipti máli var að stjórnarskráin verndaði hana. Gott dæmi þetta rétturinn til að brenna þjóðfána Bandaríkjanna í mótmælum. Bandaríkjaþing setti árið 1989 lög, The Flag Protection Act, þar sem það var gert refsivert að brenna þjóðfánan. En ásamt 4 öðrum dómarum við Hæstarétt kom Scalia að þeirri niðurstöðu að þessi lagasetning bryti gegn reglunni tjáningafrelsi í fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar. Óhætt að fullyrða hins vegar að Scalia hafi sjálfur haft skömm og það mikla á þeim sem brenndu þjóðfána Bandaríkjanna, en hann varði hins vegar rétt þeirra til þess. Annað dæmi snerti rétt sakborninga. Þar hélt Scalia fast í bókstaf stjórnarskrárinnar réttláta málsmeðferð og rétt sakborninga að koma fyrir kviðdóm sem kveði upp úr sekt eða sýknu. Í sumum tilfellum tók hann afstöðu sem styrkti réttindi sakborninga gegn ríki og ákæruvaldinu, jafnvel þótt það gerði löggæslu erfiðari í framtíðinni. Áhrif Scalia náðu langt út fyrir dómsalinn. Hann hafði djúp áhrif á lögfræðimenntun og skoðanir nýrra kynslóða. Textahyggjan sem áður átti fáa fylgjendur var áhrifamikil innan dómskerfisins. Fjöldi dómar og lögfræðinga tileinkaði sér nálgun Scalia og rökhyggju. Og Scalia átti hins vegar sér harða andstæðinga og gagnrýnendur sem töldu að ofur áherslu á orðalag og sögulegt samhengi gæti leitt til niðurstöðu sem væri úr takt við nútíman og eitthvað sem þeir skilgreindu sem félagslegan veruleika. Þeir héldu því fram að lög, sérstaklega stjórnarskrá, yrðu að geta þróast með samfélaginu og breytingum og viðhorfum almennings. Þessi ágreiningur milli þeirra sem vilja textanum og þeirra sem vilja sveigjanleika og stunda lifandi lögfræði enn í dag eitt helsta ágreiningsefni við úrlausn dómsmála, ekki aðeins í Bandaríkjunum, heldur í flestum lýðræðisríkjum, meðal annars hér á Íslandi. Það sem gerir Scalia sérstakan og áhrifamikinn hversu samkvæmur hann var sjálfum sér. Hann var tilbúinn að komast að niðurstöðu sem fór gegn eigin lífsskoðun og trú ef hann taldi að texti laganna krefðist þess. Í heimi þar sem dómstólar eru oft sakaður pólitíska hlutdrægni
lagði hann áherslu á aðferðafræði sem átti að draga úr slíkum áhrifum. Antonín Scalia var dómari sem var sannfærður að túlkun laga mætti ekki vera verkfæri til að móta samfélagið eftir geðþótta. Heldur væri lögin og stjórnarskráin sérstaklega sá rammi sem samfélagið setur sjálfu sér. Verkefni dómarans væri ekki að bæta við þann ramma eða breyta honum, heldur virðan. Scalia styrkti þá hugmynd að dómstólar ættu að vera varfærnir og halda sig við texta lagana. Hann mótaði mikilvæga umræðu eðli stjórnarskrárinnar og hlutverk dómara í lýðræðisríki og ekki síst hvernig svara í spurningunni hver á að eiga síðasta orðið. En þeirri spurningu verður ekki svara hér, að minnstakosti ekki að þessu sinni. Ég þakka þeim sem hlýddu í góðar stundir.